hana. Veitt okkur náð til þess að taka við honum í hjörtum okkar og verða þín börn í honum sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Amen. Að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreneus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef og Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að eigi var fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringu þau og þau urðu mjög hrædd. En engillinn sagði við þau, verið óhrædd, því sjá, ég boð ykkur mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þeim munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli, förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjöld okkur. Og þau fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þau skýrðu frá því sem þeim hafði verið sagt barn þetta. Og öll þau sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir snéru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þau höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Og þannig hljóðar hið heilaga jólaguðspjall, en sæl erum við þegar við fáum að heyra Guðs orð og varðveitum það í hjörtum okkar. Og nú skulum við öll játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra,
fyrirgefningu syndanna, uppreisn mannsins og eilíft líf. Amen. Skulum nota höfði og byrja saman. Já, drottinn Guð, við þökkum þér fyrir helgi jólanna. Þökkum þér fyrir það að þú ert með okkur alltaf á jólum og alla daga. Send okkur þinn heilaga anda, þannig með að finna fyrir nærveru þinni þegar orðið þitt talar til okkar. Blessað okkur þessa stund, í Jesú nafni. Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Og gleðilega jólahátíð. Enn eru þau komin, blessuð jólin. Og kannski eru þetta undarlegustu jól allra tíma. Engar guðsþjónustur, engar hátíðar guðsþjónustur með opnu helgihaldi. Þessi jólin, ég veit að elstu menn og konur hafa örugglega aldrei munað neitt slíkt. Og engin jólaboð sem eru nú svo óskaplega elskuð hér á Íslandi, sem fjölskyldan safnast saman yfir smákökum og hangikjöti. Já, við verðum að draga okkur aðeins í hlé og fá jólaboðskapinn með öðrum hætti eins og þessu. En hvað segir jólaboðskapurinn einmitt í þessu ástandi sem við erum búin að upplifa megnið af öllu þessu blessaða ári 2020? Já, hvað skyldi jólaboðskapurinn segja? Hvað sagði jólaboðskapurinn okkur í fyrra? Eða jólaboðskapurinn á jólunum þar á undan? Ef við hugsum út í það, að þá megin stef jólanna
í raun og veru alltaf það sama. Og þetta jólastef á einnig við núna. Og það Guð með okkur. Immanúel. Það þýðir Guð með okkur. Guð með okkur í hverju sem sorg og gleði. Og auðvitað hafa aðstæður okkar verið mjög mismunandi á jólum, alla tíð. Stundum höfum við verið í sorg og kvíða, erfiðleikum á jólum, þó önnur jól hafi alltaf leikið í lyndi. En við skulum taka þennan tíma fyrir sérstaklega. Margir spyrja sig, hvar Guð? Af hverju leyfir hann veirunni að umturna svona lífi okkar? Ég á þá trú að Guð sé að verki í höndum allra þeirra sem að vinna góðverk innan heilbrigðiskerfisins og annars staðar þar sem verið að vernda okkur. Þar eru hendur Guðs að verki. Englar Guðs eru víða í samfélaginu. Við þurfum ekki að horfa langt til þess að sjá engla Guðs að verki í lífi okkar í þessu ástandi. En svo spyrja aðrir annarra spurninga, eins og hvað kirkjan ef við getum ekki farið í kirkju? Það líka þess virði að spyrja þeirra spurningar. Eða trúin einhvers virði þegar ekki hægt að rækta hana á venjulegan hátt? Já, hvað kirkjan? Kirkjan ekki bara falleg hús eins og Hóladómkirkja. Kirkjan samfélag fólks sem trúir á Jesú Krist. Og það samfélag svo sannarlega lifandi þrátt fyrir það að við höfum ekki fengið leyfi til þess að koma saman. En við komum saman á þennan hátt, í gegnum tölvuna, gegnum skjáinn, já, jafnvel í gegnum símann okkar, já, í streyminu. Þessi staða, hún sýnir okkur að orð Guðs svo sannarlega lifandi. Það hægt að boða Guðs orð inn í allar aðstæður. Og jafnvel þegar við getum alls ekki komið saman, að þá finnur orð Guðs sér farveg. Þegar stíflan þegar farvegurinn hefur verið stíflaður, eins og hann hefur verið núna, þá finnur orð Guðs sér annan farveg, lækir sér streyma allt í kringum hinn venjulega farveg. Og þannig hefur orð Guðs streymt netheima sem aldrei fyrr. Og það ótrúlegt að fylgjast með því, og sérstaklega núna á aðvendunni, þar sem að streymir inn á netið, svoleiðis fjöldanum af aðvendustundum, tónleikum og öllu því sem að kirkjan hefur upp á að búa. En í dag, á jóladag, þá kemur þetta orð frá Betlehem. Yður í dag frelsari fæddur. Það eru englar sem að boða þetta, himneskar verur, og það eru hirðar sem að hlusta á. Og hverjir voru hirðarnir? Og hver voru viðbrögðina? Þeir voru ekki mjög hátt settir í þjóðfélaginu, blessaðir hirðarnir. Þeir voru jafnvel fólk sem að lifði á jaðrinum og hafði lítið nifs og skeiðar. Þeir fengu að heyra fyrst þennan frelsunarboðskap. Yður í dag frelsari fæddur. Og þeir hlustuðu, þau hlýddu. Þetta í raun og veru kjarni jólanna og þetta líka kjarnin í boðskap Jesú. Ein af fyrstu ræðunum sem að Jesús hélt
Þar segir hann einmitt að hann sé kominn til þess að boða fátækum fagnaðarerindi, gefa bandingum lausn og gefa blindum sýn. Þetta var boðskapur Jesú Krist alveg frá því hann byrjaði að koma fram og allt til endaloka. Já, engillinn hefur boðun sína á því að slá á allan kvíða og ótta. Við höfum fundið fyrir því í samfélaginu okkar þetta árið að kvíði og ótti hefur aukist. En engillinn segir: verið óhrædd, ekki vera kvíðin. Guð er með ykkur. Guð er með okkur, núna og alltaf. Jólaboðskapurinn jólin 2020 er: Guð er með okkur í kófinu. Guð er með okkur í þessum heimsfaraldri. Guð er með okkur í okkar daglega lífi. Já, þetta er jólaboðskapurinn í ár og alla daga. Í Jesú nafni. Amen.
er fyrir helga jólahátíð og þann dýrmæta boðskap sem jólin flytja okkur. Við biðjum þig á þessum jólum fyrir öllum sem líður illa, þeim sem misst hafa, sakna og syrgja. Við biðjum þig sérstaklega fyrir þeim sem eru veik af COVID-19 og þeim sem glíma við erfið eftirköst. Hjálpaðu okkur að sýna öllum kærleika eins og þú sjálfur gerir alla daga. Gerðu okkur að farvegi friðar þíns á þessum jólum og í þeirri framtíð sem bíður okkar nýju ári. Gefðu okkur nýja von með nýjum degi og lýstu upp líf okkar með því ljósi sem að þú ert. Við biðjum í þínu nafni, en allar bænir okkar felum við í bæninni sem að þú kenndir okkur og við biðjum öll saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.